það, en ég búinn að tala í síðastliðin 2-3 ár fjórðu iðnbyltinguna og hvaða áhrif fjórða iðnbyltingin hafa á líf okkar og störf. Við erum að tala að fjórða iðnbyltingin snýst gervigreind, sjálfvirknivæðingu, róbótavæðingu og fleira. Það meira þess að talið á næstu 20-30 árum þá munum við sjá meiri tækniframfarir heldur en síðastliðin 200-300 ár. Og það ekki lítið sem gerðist á þessum síðustu 200-300 árum. Síminn kom, internetið, rafmagnið, ljósaperan, bíllinn og ég veit ekki hvað og hvað og við ætlum að fara að sjá meiri tækniframfarir þessu tengt. En hvaða áhrif mun það svo hafa á störfin sem við vinnum? Það talið að Internet of Things sem bara annað heiti yfir fjórðu iðnbyltinguna eða rekur fjórðu iðnbyltinguna svolítið áfram að það muni hafa áhrif á yfir 80% starfa í heiminum og þá ég ekki bara að tala það að störf að fara að leggjast af heldur verða ný störf til og stór hluti starfa bara muni gjörbreytast og nánast talið að flest störf verði fyrir einhverjum áhrifum af Internet of Things og þetta búið að vera svona í umræðina þetta taki einhver ár að þróast og fleira en hins vegar í dag erum við að upplifa skrýtnustu tíma sennilega sem við eigum eftir að lifa sem erum hér það sem þessi COVID-veira að hafa áhrif á okkur ég vil tala að þetta sé svona kickstart inn í þessa fjórðu iðnbyltingu eða Internet of Things væðingu og við erum búin að breyta vinnubrögðum, við erum að sjá vefverslanir verða að spretta upp hérna hver af öðrum, fyrirtæki að flýta fyrir svoleiðis þróun en að sama skapi þetta líka búið að vera talsverðar áskoranir fyrir bara fyrirtæki og þá stjórnendur, mannauðsteymi og annað hvernig getum við rótera allir starfseminni til og þetta gerist á bara undrastuttum tíma í rauninni þessar breytingar í fyrirtækjum og bara hvert ætlum við að stefna, hvernig ætlum við að vera, hvernig verður fyrirtæki og hvernig verður starfsemin þegar þessi mesti hasar gengin yfir. Við erum búin að fara bara úr skrifstofurýmum, fullum af lífi, skvaldur, gleði, glaumur, mikið að gera í bara algjörlega tómt skrifstofuhúsnæði. Ég mætti hérna í vinnunni í gær í Órigó og þetta er tómt, það bara einhverjar örfáar hræður að vinna hérna í húsi það sem eru kannski 350-400 manns alla jafna og þetta bara, ég veit, þetta bara svo labbað yfirgefið húsnæði og þetta svona pínu nötuleg tilfinning. En þetta ekki bara svona, við erum búin að vera að taka og í rauninni, sem við höfum sagt, við erum búin að breyta 500 manna vinnustöðum í 500 vinnustæði þegar fólki fer að vinna heima hjá sér. Bara við öll þau störf sem þarf að fást við. Í notalegum aðstæðum, þægilegt, maður með sitt kaffi, tekur sinn kaffitíma og þá kannski bara með makanum eða bönnunum sem líka heima því að það ekki skóli. Á þessum tíma ég búinn að taka gríðarlega mikið af fjarfundum og það ekki nóg með það heldur talið bara þessi breyting og heimavinna og fleira ég vil hafi meiri áhrif og skilja okkur ég vil meiri afköstum heldur en áður hefur verið og bara svo ég tali fyrir mig þá ég búinn að vera í mínu starfi, þá ég stundum að þeysa stundum allan bæ að taka fundi með viðskiptavinum sem ég að læra núna að taka í fjarfundum. Með þessum viðskiptavinum, ég að græða hálftíma, klukkutíma á dag sem ég annars að keyra leita bílastæðum og koma mér inn. Þannig að við maður bara einu verki annað og fleira. Þannig að hver veit nema þegar þessu ástandi lokið og þá verða bara skrifstofurnar svona. Þetta verður bara einhverjar rafrænar skrifstofur þar sem að allir sitja bara heima hjá sér og hittast á Teams eða Zoom fundum og halda sínu striki áfram þannig. En það eitt í þessu líka þá að það þessi stafræna framtíð. Við myndist aðeins á þetta áðan að það eru öll fyrirtæki á fleygiferð og búin að vera það núna síðustu misseri ég ætla að vaxa, ég þarf að horfa á stafræna framtíð, hvert ætla ég að fara með fyrirtæki mitt í þessum pælingum. Ætla ég að auka sjálfsafgreiðslu, heimsendingar og fleira og hvernig ætlum við að mæta þessum þörfum markaðarins í svona breyttu ástandi og hverjar var þarfinnar eftir. Og bara mikið af fyrirtækjum hefur bara
keyrt af stað og flýtt sínum verkefnum bara til þess að fara í þessa breytingar og þetta þjóðstart. En allt mun þetta svo hafa áhrif á fyrirtækin og vinnustæðin og starfsfólkið og hvernig við bara upplifum okkur í vinnunni og hvernig bara starfsupplifun sem einmitt svona efnið sem við ætlum að fara yfir. Ef við skoðum bara aðeins í dag, bara vinnumarkaðinn í dag, að þá svona, maður segja, það kannski svona, 5, megnum til 4 kynslóðar á vinnumarkaðnum í dag. Við erum og hver þessi ein kynslóð hefur mismunandi þarfir, vonir og væntingar til vinnustæðinins og kröfur. Að ef við horfum bara á þessa hefðakynslóð, þessa fyrstu, ég leyfi mér að kalla þetta hefðakynslóð, að þetta fólk sem fætt á fyrri hluta síðustu aldar, þar sem að kreppan mikla, seinna stríðið og fleira, þetta svona mótarfólkið, þau eru öguð og þau eru með mikla hollustu og allt í þeim dúr. Svo kemur uppgangskynslóðin, eða þessi babyboomers, fólki sem mótast af Víetnamstríðinu, tunglgöngunni, mikilli þróun, þetta eru frumkvöðlar. Þarna verður til, þetta fólki sem stofnar og startar megninu af þessum stóru fyrirtækjum, tæknifyrirtækjum í dag. PC-tölvan sem kemur á markaðinn fyrir þessu fólki. Svo það kynslóð X sem fædd svona 65-79, ég hluta þessari kynslóð sem upplifir þá og mótast af falli Berlínarmúrsins, Persaflóastríðinu, við erum fara að upplifa meira sjálfstæði og fleira í þeim dúr. Við byrjum að læra og kynnast internetinu, það verður til hjá okkur, eitthvað nýtt. Svo kemur þessi aldamótakynslóð sem hefur verið mikið rætt sem fædd þá svona 80 til 95 og hún stóra vinnumarkaði í dag og bara stjórnendur og fleira. Þau mótast af 11. september, samfélagsþjónustu, miklu meiri hraði og allt aðra pælingar í gangi af þeim. Samfélagsmiðlarnir eitthvað sem að þau byrja að tilengja sér og spýta inn þegar notkun. Síðan setakynslóðin sem að klára núna framhaldsskóla, jafnvel háskóla og að koma út af vinnumarkaðinn í miklu mæli með bara allt annað hugafar. Við fókusum kannski á aldamótakynslóðin í dag sem kannski farin að stýra talsvert mikið af fyrirtækjum í dag, eru komið með sprotafyrirtæki og fleira í gang, að þetta svona sú kynslóð sem kannski að breyta hlutunum hvað mest. Og þetta er fólk sem þekkir ekki heiminn án internetsins. Ég þekki heiminn án sjónvarps á 50 dögum og án sjónvarps í júlí. En interneti var þvílíku bylting. Og þegar það fara að vesla þá allt annan hátt heldur en bara mín kynslóð. Ég bara sem dæmi, þó ég vilji meinast, ég svo svolítið tæknilega væddur og tæknilega sinnaður. Ég ekki þessi duglegi netverslunargaur. Svo ræði maður við kannski fólk að þessi aldamótakynslóð sem að vinna með, sem að vesla, búið að vera að vesla matvöru og nánast megnaði sínum innkaupum bara í netverslunum hingað og þangað. Og það bara eðlilegt. Þessi kynslóð, aldamótakynslóðin, orðin bara ráðandi á vinnumarkaði ásamt minni kynslóð eða X-kynslóðinni og þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Babyboomers að fjara svolítið út núna. Og það sem gerir líka verkum að aldamótakynslóðin, hún miklu meira svona fleksibúl eða sveigjanleg í að færa sig á milli vinnu og þetta hópur sem alltaf tilbúinn að stökkva eða býðst eitthvað betra. Og bara talið að 80% þeirra eru nánast alltaf að leita sér að einhverjum nýjum tækifæri og bara eltast við einhver draum. Þannig að, mér segja þá, það eru líflega 80% sem bara tilbúin að flytja, var rétt að tækifæri býðst. Bara hugsanahátturinn bara allt annar. Þessi aldamótakynslóð líka miklu, hún tæknilega klárari heldur en kynslóðunar undan því hún elst upp með tækninni. Elst ekki upp inn í tæknina eða þróast með tækni, hún bara tækninni til og þau halda áfram og geta þróað þetta enn betur. Og hvað að stýra þá þessari upplifun og þessari þróun, að það tæknin, það gervigreindin og það fjölvinnan, það sjálfvirknivæðingin, róbótavæðingin.
þessi kynslóð bara að stýra og drífur þetta áfram því að bara hlutin þurfa að gera hraðar og við þurfum að vera tilbúin að fást við það og tækla það. Það einmitt mjög áhugavert að við skoðum líka bara svona, hvað ég segja, hvernig þessi hópar vinna og hvernig upplifa bara mun á heimili og vinnu. Að í dag flottast að vera með heimili sitt sem líkast verksmiðju eða einhverju fyrirtæki, skrifstofan, hún svo kósí heimili, þannig líður vel í vinnunni, mötuneytin á vinnustöðunum, þetta bara eins og veitingastæðir og bara þróunin að reka þetta áfram, bara allt snýr þetta að þessari starfsupplifun sem við erum að svo koma að núna. En hvað starfsupplifun, ef við horfum á það? Menn þá það bara hvernig okkur líður í vinnunni og það lengi verið talað að velgengni fyrirtækja mótist af velgengni fyrirtækja hún sé drifin áfram af bara upplifun viðskiptavina og bara hagur fyrirtækja stýrist fyrst og fremst upplifun viðskiptavina. Í dag þetta breytast. Það þarf líka að vera upplifun starfsfólks til þess að fyrirtæki bara hagnist og starfi vel. Og það Jacob Morgan setur upp svona starfslifun inn í svona 3 umhverfi. Það menningarumhverfið og það þetta umhverfi í rauninni bara fyrirtækimenningin. Hvernig fyrirtækið, hvernig hugsa fyrirtækið, hvernig höfum okkur þar, hvernig reglunar og allt í þeim dúr. Svo það raunumhverfið, þá það bara húsnæðið, aðstæðan sem við höfum, skrifborðið, stólarnir, fólkið sem við erum að vinna með og svo aðstæða, mötuneytið búið að hollan og góðan mat í mötuneytinu eða hvernig því háttað. Svo það tækniumhverfið, að það bara hvaða tækni lýsing framfarir eða hvaða tækni nýjungar erum við að tilenga okkur í fyrirtækinu. Hversu fljót erum við að aðlaga okkur að nýrri tækni og nýjum lausnum sem í boði hérna á markanum. Og þessi þættir allir saman spila stórt hlutverk í því að skapa jákvæða starfsupplifun fyrir starfsfólk inn í fyrirtækjunum. Þess vegna þurfum við að vita líka bara með reglubundum hætti og skoða bara hvernig starfsfólkinu okkar líður í vinnunni og taka þá tillit til þessara þátta. Erum við að skaffa, andrúmslofti gott í vinnunni? Ertu með góða aðstöðu? Hvernig loftgæði? Hvernig mötuneytið? Hvernig tæknibúnað ertu með? Það reynt mikið á fyrirtæki núna í þessu árferði að geta boðið starfsfólkinu sínu sem dæmi upp á það að vinna heima hjá sér. Fara bara heim með búnaðinn sem það hefur og geta haldið áfram þar sem það á við. Þetta á ekkert við allstaðar. En þannig að starfsfólk getur farið bara heim og haldið áfram að vinna sína vinnu. Og þetta bara fyrirtæki sem eru búin að tækla þessar tækni nýjungar og þessar tækni framfæri og búin að aðlaga sig að þeim til þess að keyra þetta áfram. En hvers vegna þessi starfslifun svona mikilvæg? Jákvæð starfslifun sem dæmi, hún eykur virka þátttöku starfsfólksins og metnaðurinn verður miklu meiri til að gera betur og standa við sitt og drífa fyrirtæki áfram og hjálpa öllum að vinna saman. Þannig að við þurfum að hafa þetta mikið í huga að þetta skiptir máli bara upp á, ef við erum í jákvæða virkninu meiri, þá skilar þetta meiri krónum í kassan og fleira. Það gerir það líka, það spyrst út og það mun laða að hæfara starfsfólk heldur en ella og gerir okkur þá líka auðveldara að halda í það góða starfsfólk sem við viljum halda í ef upplifun jákvæð. Þannig að þessi þætti spila hrikalega stórt mál inn í þessa hluti. Og þá eitt af því sem svolítið drífandi og það bara þessi sveigjanleiki. Hvaða sveigjanleika erum við að bjóða starfsfólki upp á og það horft í það. Erum við að bjóða upp á fjarvinnu? Erum við að bjóða upp á sveigjanlega vinnutíma? Getur fólk útréttað, getur við að senda börnunum eða hvað það og hvernig erum við að horfa á þetta? Hvernig erum við að þróa þetta og hvernig erum við að mæta þessum þörfum til þess að skapa jákvæða starfsupplifun?
sem að við leifum starfsfólkinu okkar að vinna sinna starfinu utan vinnustæðar, þá það jákvætt, af því að hlutirnir verða í rauninni betri og þeir skynja að okkur annt hag þeirra. Svona 5 leiðir til að skapa betri starfsupplifun. Við þurfum að setja okkur markmið þegar við erum að móta þetta. Þannig að við þurfum hvernig ætlum við að innleiða þetta? Hvað ætlum við að gera til þess að laða að hæft starfsfólk, halda starfsfólki hjá okkur, minnka starfsmannaveltuna, því að það skiptir miklu máli að hafa hana minni, því bara mikil starfsmannavelta dýr. Við ætlum að svo kortleggja hvernig við ætlum að bæta starfsupplifuna. Við ætlum að búa okkur til svona roadmap, bara frá því að bara ferðalag starfsmannsins, bara við oft talaðum customer journey, við þurfum að líka tala svona employee journey, þar sem að við erum að bara frá í rauninni fyrsta starfsviðtali og þangað til viðkomandi starfsmaður hættur, bara hver upplifun hans til fyrirtækisins, að því að hann getur tala okkur áfram þegar hann farinn og við viljum að tala vel okkur, að því að þannig að það berist út. Fyrsti dagurinn, ég las einhvern tíðan í bók svona mannusmál sem hét Love 'em or Lose 'em, og þá var þetta skipti þetta máli, bara tökum vel á móti starfsfólki, látum alla vita það sé að byrja nýr starfsmaður, við höfum tilbúna áætlun hvernig við ætlum að kenna honum á kerfin, kenna honum á fyrirtæki, hvernig fyrirtæki virkar, þannig við séum með svona starfsmennta áætlun inn í fyrirtækjunu til þess að taka við á móti nýjum starfsmönnum. Búnaðurinn þarf að vera klár og allt úr, þannig að starfsmaðurinn sem að koma inn, bara þegar hann lappar inn, þá líður hann eins og hann sé bara velkominn, og það raunin bara, við vorum að bíða eftir þér, hún bíða eftir þú kæmir og ætlar að taka þátt í þessu hlaupi með okkur til þess að bara vinna áfram. Síðan þurfum við að skapa upplifun sem starfsfólkinu líkar. Bara hvað höfum við gert í rauninni til þess að halda starfsfólki? Einhvern tímann voru það laun sem voru bara það sem skipti máli. En launin skiptu þetta máli, en þetta eru verkefnin, þetta andrúmsloftið sem að skipta meira máli. Bara hvað við erum að fást við. Bara nýt ég traust hjá mínum yfirmönnum eða samstarfsmönnum. Þannig að bara finnum þessa mælikvarða, hvaða mælikvarða ætlum að hafa í okkar vegferð og í þessari employee journey eða ferðalagi starfsmannsins, þannig að hún líði alltaf vel, þannig að við séum ekki að missa neina bolta. Og síðan þegar þetta bara, náttúrulega eins og flest önnur svona ferli, við þurfum að endurskota ítrekað. Er þetta virka? Er þetta gera eins og við viljum? Þannig að það bara skiptir máli. Þannig stjórnendur, þeir þurfa að fylgjast með stefnum og straumum og starfsupplifun og fylgjast með væntingum og þörfum kynslóðanna sem er að vinna hjá okkur. Bara að því að það sem hendar kannski kynslóð X hendar ekki hendilega millennials, og það sem hendar millennials þarf alls ekki að henda kynslóð Z sem er svo að koma á flegiferð inn á vinnumarkaði núna á næstu árum. Hvað ber framtíðin skautið sér á vinnustaðnum? Og þá erum við að horfa á, og maður talaði áðan, þessi stafrænu framtíð, þessi digital future. Þetta á flegiferð, bara hvernig ætlum við að vinna og hvaðan? Og það bara eina stóra spurningi, hvaðan ætlum við að vinna í framtíðinni? Og ætlum við að bjóða og leyfa starfsfólkinu okkar að vinna bara hvaðan sem gera því það kleift. Því að það eitt af þessu skiptir máli, því að þegar við spáum í þetta, bara hvaðan, að því að þessar kynslóð sem að koma, þær brenna fyrir umhverfismálum, og af hverju á ég að keyra alltaf í vinnuna því ég get unnið heima, og af hverju á ég að fara á fundi, jafnvel til útlanda, ef ég get gert það frá skrifstofunni hérna. Þannig að það eru allt aðrar, það koma svolítið annar hugsanagangur í þetta, og ég hef meira að tala það í varðandi þetta ástand hérna núna, þetta muni hafa jákvæð áhrif á umhverfið örugglega þegar fram í sækir, að því menn hugsa þess meira, þarf ég að fara í þetta ferðalag, þarf ég að fara
á bílnum á þennan fund geti gert þetta á annan hátt. Og síðan þurfum við líka að bara einbytta okkur að geðrækt og hann Bergsveinn kemur kannski aðeins meira inn á það væntanlega á eftir, bara hvað það skiptir máli í þessari starfsupplifun, okkur líði vel og bara við þurfum að hugsa að bara heilsunni og þá erum við ekki bara að tala um líkamlega heilsu, heldur andlega heilsu. Menna það kulnun búið að vera gríðarlega mikið í umræðinni. Bara hvernig ætlum við að tækla þau mál og koma til móts við þær þarfir að því kulnun bara dýrt í dag fyrir vinnustæði að missa út fólk í lengri tíma þar sem það bara kviknar undan álagi og ræður ekki við og ekki að sinna sínum verkefnum að fullu og meðan erum við að tapa tekjum þar. Þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif. Þess vegna þurfum við að hafa þessa þætti í boði. Og svo það bara samskiptin. Hvaða möguleika hefur starfsfólkið okkar til að sinna sínum samskiptum? Eða bara með síma, eða farsíma, eða borðsíma, erum við að bjóða upp allar þessar mögulegu fjarfundalausnir fyrir fólk, eða eru konið chatbot, getum við leyst einhver svona mál með svona spjallmönnum eða chatbots. Það vil tala um það að jafnvel að aukin fjölvinna geti skilað betri afköstum og þess vegna þetta eitthvað sem maður þarf að hafa í huga. Menna, það að koma að krafa þetta hjá starfsfólkinu okkar að geta unnið meira heima eða utan skrifstofunar, jafnvel bara upp í bústað, hvar sem og fyrirtæki sem eru með meiri sveigjanleika til að vinna hvaðan sem hvenær sem og bara hvernig sem það það sem mun laða að meira starfsfólk. Við munum líka þá lækka starfsmannaveltuna með þessu móti og þá samaskapi lækka kostnað. Þetta mun jákvæðara á þannan hátt. Og þessi þróun mun aðeins halda áfram að aukast því að starfsfólki stendur boða aukinn sveigjanleiki, upplifir það meira frelsi, ánægðar í starfi og framleiðni þess eykst. Þetta jákvætt. Og velferð starfsmannanna skiptir máli. Við erum með þessar 4 kynslóðir sem eru svona kannski mestmegnis á vinnumarkaðnum í dag. Og það eru bara mismunandi væntingar. Babyboomers eru með allt aðra væntingar heldur en aldamótakynslóðir og kröfunar eru aðrar. Bara annar hraði, það annar rytmi í bara milli þessari kynslóða. Þannig við þurfum að mæta því. Svo eitt sem mjög áhugavert og það bara að vera með velferðar áætlun í fyrirtækinu. Bara hvernig ætlum að mæta þessum þáttum? Hvaða stefnu ætlum að setja varðandi svona bara velferðarmál hjá okkur? Af því að ef við höfum ekki velferðin í huga, þá erum við að missa fólk út. Bæði ferða annað, því að það kannski einhver annað sem að bjóða betur, eða þá að við erum bara með fólk inni sem mikið í fjarvistum bara vegna veikinda og ekki að sinna sínu eins og það getur best gert. Ef velferðar og heilsuáætlanir eru innleiddar á réttan hátt ávinningurinn ótvíræður. Fjarvistum fækkar, kostnaður vegna veikinda lækkar, sem dregur úr starfsmannaveltu og það við fáum miklu jákvæðara og betra starfsfólk. Og það það sem leikurinn snýst svolítið hjá okkur. Að því að auðvitað við snýst þetta um að fá krónur í kassan, en við gerum það miklu betur með fólki sem líður vel og jákvætt. Varðandi að þessa þætti, þá erum við svona 3 nýjungar sem bæta mannusmæl fyrirtækja sem að mæta svolítið, eru svolítið að mappa upp og hvernig við ætlum að þróa þetta. Hvernig ætlum að tækla þetta og takast á við þetta. Að nú bara komið jafnvel krafa. Það krafa að öll tölvukerfi sem við erum að nota í dag séu skýjalausnir. Og þá eru mannauðskerfi ekkert undanskilin. Þannig að við séum með mannauðskerfi sem eru skýjalausnir, að það eru skalanlegar. Þá getum við valið, þegar við komum með mannauðslaust sem í skýjunu, hvaða komponent, hvað ætlum ég að fá, hvaða lausnir ætlum ég að fá. Þannig að það þarf ekki kannski
fullblón alla þætti mannauðskerfis með fræðslukerfi og öllu fyrir minna fyrirtæki. Þetta bara allt eftir hvers eðlis fyrirtækið og á sama hátt þurfa sjálfsækislega starfsfólk getur jafnvel afgreitt sig svolítið sjálf varðandi hérna á þessa þætti í mannauðskerfinu með alls konar portulum eða svona heimasíðum starfsmanna og svo starfsmann hafi þá yfirsýn þannig að hann sjái stöðu orlofsdaga sem dæmi og bara hvað búin að vinna þetta lengi, hvaða réttindi hef ég og allt þessum dúr. Aftur þá stafræna umbreytingin bara partur af því að við getum unnið þá hvar sem og þetta þá í rauninni betra tól fyrir bara mannauðsdeildirnar, mannauðsfólkið að mæta þessum kröfum og sem að bara fólki að koma til þess að halda í þessari ákveðni. Svo til þess að mæta öllu þessu líka að þegar við erum komið með kannski starfsfólk, við erum með sveigjanlega vinnutíma, við erum með sveigjanlega starfsstöðar að þessi fjarvinnan mikil að einhvern veginn vill fólk hafa möguleika á einhverju endurmenntun og þá er rafræn fræðsla sem við erum komið kannski með kennslukerfi rafrænt þar sem við getum sett inn það efni sem við þurfum þannig að það er aðgengilegt þegar starfsmannum okkar hentar hvenær sem þannig að við getum aðlaga þetta bara starfseminu okkar að þeim starfsmönnum þar sem við getum sett inn mælingar, við getum sett inn hvata og fleira þar sem að við erum þá að viðhalda þessari símenntun starfsfólksins og þá er fólk jafnvel að læra heima og við þurfum jafnvel að búa til og setja jafnvel inn í bara hluta og hvetja fólk 20% tímaðinum átt að nota í símenntun til að viðhalda þekkingunni í því sem þú ert að gera 10% hvað sem hvað sem við teljum henta fyrir hverja og eina starfsstöð. Þannig að rafræn fræðsla eitthvað sem að þarf að skoða. Síðan það þriðja lausnin og það samskipti við umsækjendur þannig að þegar við förum að stað í umsóknarferli í dag með mörgum af þessum mannauðskerfum þá var þetta orðið ferli og jafnvel þegar við sendum út frá okkur atvinnuauglýsingu þá var það tengt við einhverja síður og það er bara kerfi á bakvið sem metur umsækjendurnar og við jafnvel getum farið að innleiða svolítið gervigreind þannig segjum bara sem dæmi flugfélag sem að ráða flugfreyjur eða flugmenn eða álfyrirtæki sem að ráða inn verkamenn þar sem að við þurfum erum kannski með mikið af fólki sem að sinna sama starfi með mikið umsóknum þannig að við getum sett alls konar mælikvarða og mælistikur á gæðin. Við getum fengið jafnvel fleiri til þess að rýna mismunandi þætti í umsóknum starfsfólks þannig að við fáum sem besta vali sem hentar fyrirtækinu okkar því að það sem hentar okkar fyrirtæki hentar kannski ekki endilega sambærilegu fyrirtæki sem við hliðina á okkur. Það meiri segja að fara að nota sumstaðar svona spjallmenni þannig að ef einhver umsækjandi sendir inn fyrirspurnir til vinnustæðarins með starfið þá er jafnvel hægt að svara því með svona gervigreindar chatbotum. Og þetta eitthvað sem jafnvel einfalt að nota. Svo bara ráðningarferlið, það að breytast í þessu og við erum að fókusa á alla þessa þætti að því að hlutirnir að breytast svo hratt. Og þarna megum við ekkert stoppa að því að setakynslóðin að fara að koma með miklu meiri kröfur heldur en aldamótakynslóðin. Þegar að þessu kemur öllu að þá munum við standa upp þessi sigurvegarar bara okkur líður vel, við erum með jákvætt fólk, fyrirtækinu gengur vel og þetta þessi skiptir máli. Ég búinn með þetta þannig að ég veit ekki í þessu tæknilega klúðri okkar áðan hvort það hefur skilað sig varðandi spurningar en það er hægt að senda inn spurningar í gegnum chatfeedin. Annars megið bara senda spurningar á mig snæbjörn@origo.is ég reyna að svara því sem við á en ég ætla að bjóða Bergsveinn Ólason sem allar að tala betri vinnustæði daginn í gær. Þetta fótboltakappi, fyrirlesari og mastersnemi í hagnýtri jákvæðri sálfræði og hann ætlar að segja okkur frá hvernig vinnustæður morgundagsins verður betri en vinnustæðurinn í gær.
Takk hérlega fyrir. Að máli málana, ekki allir að nýta tækifæri og eru bara á nærbuxunum á neðan eða? Ég myndi allavega ímynda mér að þið séu toppmálum ofan og séu að nýta tækifærið og að vera svolítið frjáls því að ef ég vissi að ég veit náttúrulega ekki hvernig ég sést hérna en ég væri sennilega nari á núna og í skyrtunni núna ef ég viti að þetta væri bara hérna en að máli málana, eins og ég segi, hættum eins og gríni. Ég semst hef verið að hugsa og ég var að hugsa daginn, ég hugsa ótrúlega mikið, bara hvað væri besta ráð sem ég geti gefið fólki út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Og ég kom fljótt á því að stefna því að vera betri einsleikur í dag heldur en varst í gær væri besta ráð sem ég geti gefið einhverjum. Og því að ef við hugsum aðeins út í það, að ef þú bætir sjálfa þig, að þá bætirðu fólki í kringu þig, þú bætir vini þína, þú bætir fjölskyldumeðlimi, þú bætir fólki sem þú ert að vinna með. Þau bæta síðan fólki í kringum sig sem gerir ekki bara vinnustæðina betri stað, heldur gerir aðra vinnustæða betri stað, sem gerir Íslanda betri stað, sem gerir samfélagið betri stað, sem gerir Evrópa betri stað, sem gerir Asíu betri stað, sem gerir þið fattir hvert þið fara, þannig að heimurinn færist nær góðu og fjær illu. Því að þú veist, það er auðvitað að hugsa að maður sé bara skiptir ekki máli sem maður gerir og það bara að maður sé bara eitthvað 1 af 7 billjónum. En það skiptir virkilega miklu máli í hlutverk okkar alla því við erum ótrúlega tengd, við erum öll nátengd og ef þið hugsið aðeins út í það að hvernig vinnustæðurinn ykkar hvernig honum líður og hvernig hann stendur sig, að það byggist á því hvernig hver og einn einstaklingur stendur sig í vinnunni. Þess vegna vil ég alltaf líta út frá ábyrgð einstaklingsins því að ég held að sé ekki betri leið en að byrja þar á réttum enda út frá sálfræðilegu sjónarmiði og ég hef verið að hugsa hvernig kortleggi líf, svona undanfarin 2-3 ár, hvernig kortleggi gott líf hjá fólki, hvað einkennir bara líf sem er þess virði að lifa og ég alveg með rosalega mikla bara þráhyggju fyrir þessu, ég alltaf að reyna að afla mér upplýsingar sem ég get miðlað til aðra og hérna ætla ég að miðla til ykkar upplýsingar sem ég til tvennt mikilvægt hvað varar helgun og veljan starfsfólks og vera með ákveðin verkefni og fleira til þess að ykkar vinnustæður verði betri í dag heldur en var kannski fyrir þennan fyrirlestur. Veljan pluss helgun, það saman sem velgengni því að förum aðeins út í þetta þá ef þú líður hvorki vel í vinnunni og þú ert ekki helgaður í vinnunni, þú ert ekki áhugasamur og ekki tengdur við tilgang fyrirtækisins að þá ertu líklega bara á barminum að vera með einhver andlega kvilla, þá ertu bara barminum að vera andlega veikur og þessir einstaklingar kosta fyrirtæki mjög mikið, þeir eru mjög mikið fjarverandi frá vinnu. Síðan getur líka verið bara kannski helgaður í fyrirtæki, nú þú ert mjög duglegur, þú ert að framfylgja einhverju markmiði inn í fyrirtækinu en þið líður ekki vel að þá ertu bara leiðin í burnout. Þá ertu að tönglaðast við eitthvað markmið sem hefur enga fyllingu fyrir þig. Þannig að þá kostar fyrirtæki líka með. Ef þið líður vel í vinnunni en þú ert ekki helgaður að þá ertu líka að kosta fyrirtæki því að þér líður vel en þú ert ekki að gera allt í þínu valdi til þess að fyrirtæki nái betri árangur, þú ert ekki að skila þínu til fyrirtækisins. Þannig að þessir einstaklingar, þeir eru til staðar og kalla það svona happy non-worker. Þetta kostar fyrirtæki líka mikið því að þú ert ekki til staðar, þú ert ekki að sinna tilgangi fyrirtækisins. Þannig að en ef þú tekur þetta saman, þið líður vel í vinnunni og þú ert helgaður vinnunni, að þá ert að blómstra í vinnunni og þá nærðu meiri árangur og þá nær fyrirtæki meiri árangri og þetta er rosalega mikilvægur eiginleiki og í gamla daga var þetta svolítið þannig að þú varst að reyna að fá það sem mest úr starfsmannum en núna er þetta svolítið að breytast. Þú ert að setja velíðan starfsmanna í fyrsta seti til þess að því að þegar starfsmanni líður vel þá afkasta þeir meira, þau eru ánægðir í vinnunni, þau eru ánægðir í lífinu og þú ert ánægður í lífinu og skila þessir í vinnunni líka. Þegar rekstrarhagnaður verður minni starfsmannavelta og einstaklega bara þú ert ánægður og þið náu betri árangur í vinnunni. En það er kannski flókið að segja af einföld spurning fyrir ykkur að hugsa hvað er veljan. Fyrir mig
að þá þetta risastór spurningar sem ég að klára hagnýta jákvæða sálfræði og þjálfunarsálfræði master og veljan hægt að skipta henni svona í tvennt. Annarkvort það ein svona sem heitir hedonic veljan sem svona skammin veljan. Það svona jákvæðar tilfinningar mínus neikvæðar tilfinningar. Þér líður bara vel, þú ert að gera eitthvað ánægjulegt og þetta svona sem einhver tilfinning sem varir ekkert að eilífu. Síðan æðri veljan sem svona eudaimonic veljan og hún svona að láta markmiði verða veruleika, að vaxa í lífinu, að hafa tilgang í lífinu, að vera í góðum tengslu við fólkið og svo framvegis. Og þessi veljan tel ég að skipti miklu meira máli þó að sé gaman að gera eitthvað ánægilegt og svoleiðis, en þá held ég að þessi veljan sé meira tengt svona raunhæfari í lífinu því að óumflýjanlega lífið röð vandamál sem maður reyna að leysa og það er ekki alltaf hamingja per se að vaxa í lífinu, eða vera með ákveðin tilgang í lífinu, eða vera í samskiptu við aðra, stundum það bara hunderfitt. Þannig ég tel að við höfum að stefna þessari veljan. Og hvað gerist? Ég meina, við vitum það að aukin veljan, það eykur heilsu, það bætir ónæmiskerfið, það eykur árangur í fólki, fólk ánægður í vinnu þegar það líður vel í lífinu og vinnunni, þannig að það hefur líka góð áhrif á hvernig það afkasta í vinnunni og hvernig tengslin þeirra í vinnunni. Þannig að þetta rosalega mikilvægt að fókusa á þetta og ég tek tvær svona nálganir á hvað mér finnst mikilvægast í veljan og helgun starfsmanna. Það sem mér finnst bæði far mikilvægast að það að skapa tilgang í vinnu, það að hafa ákveðin tilgang í vinnunni, að vinnan sé ekki að vinnan hafi einhverja þýðingu fyrir umfram það að vera bara starf sem þú loggaði inn og loggaði út og búið. Að þú upplifir það að þú sért að gera eitthvað sem hefur áhrif umfram það að fá bara laun. Að gera eitthvað sem hefur einhver meira áhrif á annað fólk eða heiminn sjálfan eða svoleiðis að þetta hafi meiri þýðingu heldur en bara ná einhverju markmiði. Og því að þegar, ég held að sé þannig að þó að spili margt inn í eins og kulnun að þá kannski ekki kulnun það að vinna of mikið, ég held að þú ert að vinna of lítið af vinnu sem gefur virkilega eitthvað, sem merkingarfull fyrir þig, sem hefur tilgang fyrir þig. Og við vitum það að þú ert með tilgang í vinnu að þá ertu betur til dæmis í fjölskyldu, þú sinnir hlutverkin í fjölskyldunni miklu betur. Og þegar þú ert með tilgang í vinnu þá þarftu ekki að berja þig áfram í að tönglast á einhverju markmiði í vinnunni. Þú veist af hverju þú ert að gera hlutina og þegar þú veist af hverju þá það rosa kraftmikið. Þannig að það tvennt í þessu og fólk ruglast ofta á svona tilgangi í vinnu og tilgangi í lífinu og markmiðum. Tilgangur eitthvað sem svona miklu æðra en markmið. Markmið koma út frá tilgangi. Þannig að tilgangur, þú nærð tilganginum ekkert svo glatt og það rauninni, þú nærð að uppfylla hann en þú nærð honum ekki eins og einhverju endastöð eins og þú nærð markmiðunum. Þannig að tilgangur oft svona ein setning hjá fyrirtækjum og vinnu og það bindur saman starfsfólk. Þessi setning og ég skýr oft mun á markmiðum og tilgangi út frá Lord of the Rings. Í Lord of the Rings að það var markmiðið var að eyða hringnum en tilgangurinn var að bjarga bara öllu frá helvíti í rauninni. Þannig að það er miklu æðri hvati heldur en að bara eyða hringnum. Það er mörgulega þessi, eins og ég segi, ástæðan fyrir markmiðinu og það drífur það áfram. Það vekur mann upp á morgnana og svo framvegis. Þannig að fyrir fyrirtæki að vera með vel skilgreindan tilgang og hlutverk í einni setningu eins og sér út allan heim hjá þessum vinsælsjá Nike, Starbucks og öllu þessum fyrirtækjum að það bindur saman starfsfólki þannig að það sameinast undir þessum tilgangi. Þannig að núna er mikilvægt, sérstaklega núna, að það er mikilvægt fyrir stjórnendur og fyrir fyrirtæki að hafa tilgang og stjórnendur að minna á þennan tilgang, að minna það að hlutverk alla starfsmanna að uppfylla þennan tilgang og því að þessi tilgangur að fara að mynda ákveði teymi sem að fara að á áhrif á hvernig einstaklingar haga sér í vinnunni. Síðan það náttúrulega ábyrgð einstaklingsins að það að átta sig á tilgangnum í fyrirtækjum sinni sem margir ekkert meðvitaðir og síðan að einhvern veginn að skapa meiri tilgang í vinnunni, að koma með meira af sjálfum sér í vinnuna, sín gildi, sinn tilgang í lífinu og fatta hvernig þú getur komið með meira við sjálfa þig og tengda við tilganginu vinnunni og að leggja þetta mörkum, taka ábyrgð, gera hluti því meiri ábyrgð sem þú tekur því meiri tilgang hefur í vinnunni
og líka að átta sig á því sem við þurfum öll að átta okkur á, sem ég sagði áðan, að hlutverk okkar allra skiptir bara ótrúlega miklu máli og oft gerir maður sér ekki grinn fyrir því hversu mikið hlutverki maður skiptir miklu máli. Maður heldur maður bara að sé að gera ykkur hluti og það hafi engar afleiðingar. Eins og ég sagði áðan, þá eru við miklu tengdar en maður heldur. Þannig að nú erum við til dæmis inn í Origo, þannig ég ætla ekki dæmi með Bose, bara starfsmann sem er að selja Bose-heyrnartól og þetta ekki auglýsing. En starfsmaður sem það halda kannski margir bara, já, hann bara að selja Bose-heyrnartól. Ég bara, nei, hann ekki bara að selja Bose-heyrnartól. Þessi einsleikur, hann að selja heyrnartól sem gerir það verkum að einsleikar eru með heyrnartól í vinnunni, eru með heyrnartól í skólanum sem gerir það verkum að þau ná að einbeita sig betur, þau ná að læra betur, þau ná meiri árangri í að læra, þau ná meiri árangri í vinnunni, fólk hlustar á sem hjálpaði þeim í rauninni út á vinnumarkaðinn, sem hjálpaði þeim út í lífið, sem hjálpaði þeim að líða vel og líka að þú ert að hlusta tónlist í Bose-heyrnartólum, tónlist, við myndum mögulega deyja án tónlistar sko og ég meina og tónlist er eitthvað sem við þurfum að hafa, ég bara ímynda bara hvernig væri lífið án tónlistar og það væri bara ömurlegt. Þannig að þessi einsleikur sem kannski heldur og kannski búin að gleyma því að hann sé bara að selja Bose-heyrnartól, að hann að gera miklu meira heldur en hann gerir sig grein fyrir. Þannig að átta sig á sínu hlutverki og hvaða áhrif það hefur á líf annarra er rosalega mikilvægt og það er í ábyrgð þín sjálfs, ábyrgð einstaklingsins, en það er líka mikilvægt að stjórnendur minni starfsmenn og starfsfólki líka, hvort annað, að hlutverk þeirra skipti máli. Því að þetta er ákveðin keðja, þetta er ákveðin, við erum öll tengd, það er ákveðin keðja inn í fyrirtækinu og það hefur svo mikið áhrif hlutverk alla. Og því að stjórnendur vilja sérstaklega minna einstaklinga sem er að standa sig vel í vinnunni, sem gleymast oft, sem er að gera virkilega mikið fyrir árangur fyrirtækisins, því að kalla præslof. Præslof er það að kvaðratúrinn af starfsmönnum gerir helmingin af vinnunni, eða bara aflar helmingin af niðurstöðum fyrir vinnuna í rauninni. Og þannig að ef það eru 10 starfsmenn þá eru það 3 sem gera helmingin af vinnunni, ef það eru 100 þá eru það 10 og svo framvegis. Þannig að því stærra sem fyrirtæki er, að því fleiri í rauninni vanhæfari starfsmenn og því í rauninni minna af starfsmönnum sem stuðla að árangur fyrirtæksins. Þannig að stjórnendur vilja, því að þetta eru einsleikar sem eru frá að leita sér af nýjum störfum í framtíðinni, eru núna að leita sér af nýjum störfum. Þannig að það þarf sérstaklega að hlúa þessum einsleikum og minna þá á að þeirra hlutverk er mikilvægt. Því að þú vilt láta það að vita, því að maður tekur það oft sem sjálfsögðum hlut, því að maður er ofta einblína á rauninni fólki sem er að kvart í manni eða einblína fólki sem vantar eitthvað í vinnunni, þannig að þú verður að minna það á þetta og líkast þú sjálfur að minna það á þitt hlutverk og minna hvort annað í vinnunni að hlutverk allar skipti máli og láta hvort annað vita að því. Það er rosalega mikilvægt. Og fyrir mér til dæmis, ef ég tek bara svona persónulega dæmi, að oft þarf maður, athyglinni hún er stórkostleg, því þegar þú ert með tilgang í vinnunni, eða tilgang í lífinu líka, að þá ertu með meiri úrræði og meiri auðlindi til að takast á við erfið verkefni, takast á við erfiðleika, takast á við áskorunir í vinnu. Þú getur gert meiri vinnu heldur en þú getur gert, þú ert ekki með neitt tilgang, því að það er mismunandi hvernig fólk lítur á vinnu sína. Sumi lítur þetta bara á vinnu sem þú bara lokaði inn og út, bara sem vinnu og það er bara allt í góðu. Sumi lítur á sem feril, hann ert alltaf að vaxa í vinnunni, þú ert að reyna að ná einhverjum árangri, þú ert að reyna að ná einhverjum svona status, eða þú lítur á vinnuna þína sem köllun. Og þegar þú lítur á vinnuna sem köllun, þá ertu með tilgang í vinnunni, þá gerir hlutina meira, þú ferð fram úr væntingum, þetta gefur velja, en þú eyðir 8 tímum í vinnuna á dag að meðaltali, nema það verður kannski öðruvísi í framtíðinni þegar það verður meiri sveigjanleiki, en þú vilt skapa meiri tilgang í vinnu og hann hafi meiri þýðingu fyrir þig, því að eins og ég sagði áðan að þá ertu miklu meira undirbúin undir erfið verkefni, þú ert miklu líklega til að yfirstíga þau, þú ert með ástæði fyrir af hverju þú ert að gera hlutina, það er rosalega mikilvægt þú áttið á því. Þannig að stundum, eins og núna er verið að koma inn á stundum þarf maður að skoða aðeins athygli sína því hún er alveg mögnuð og hvert beinum minni og ef ég tök, eins og ég segi, persónulegt dæmi að þá var ég með tilgang í lífinu, mér helst tilgangur að vera atvinnumaður í fótbolta. Tókst ekki og ég fann það á mínum svona síðustu, ég væri semst að spila í FH á þessu tíma og í seinna árinu mínu FH að þá fann ég svona að frammistaða mín var að dvína og ég fattaði svona að það var annað sálfræðin var að koma inn og það var svona eins að kalla í mig og síðan fór ég í Fjölni
átti mjög lélegt tímabil, fjall með Fjölni og þarna bara var tilgangurinn minn farinn. Það var bara, tilgangurinn að vera atvinnumaður, hann var bara farinn. Þannig ég þurfti svona svolítið, ég var bara búin að breytast og ég þurfti að hugsa hlutina öðruvísi. Ég þurfti að hugsa, ok, ég ætla að halda áfram í fótbolta, hvernig get ég fengið meiri tilgang í fótboltanum? Þá fer ég að hugsa aðeins, já, hlutverkið mitt, ég er leiðtogi, ég er fyrirliði í Fjölni. Það sem ég geri hefur ótrúlega mikil áhrif, þannig að ef ég er stend með vel á æfingu og ég er klár, þá verður meiri gæði á æfingu sem gerir það að verkum að við munum ná meiri árangur í leikjum, sem gerir það að verkum að við munum standa okkur betur og verður líklega að við munum ná árangri. Þannig að ég þurfti að hugsa svolítið, hvert er hlutverkið mitt? Ok, hlutverkið mitt er ekki ég núna. Hlutverkið mitt er að hjálpa, það er að gera liðið betra, það er að hjálpa hverjum einsling fyrir sig, og sérstaklega ungu strákunum, að verða betri í fótbolta og betri í íþróttum sinni. Þannig að þarna einhvern veginn fann ég öðruvísi tilgang í vinnunni sem gera það að verkum að frammistaða mín fór aftur upp. Ég fekk aftur þessa aukna ástríðu og við fórum upp deild. Og þannig að stundum þarf maður að staldra við og átta sig á, og því að maður breytist og stundum þarf maður bara svona gefa sér tími í þetta. Þannig að fyrsta verkefni er að gefa ykkur tíma, taki ég bara mynda þessu og núna hafi mjög mikið tíma til að svara spurningum aðeins að kafa í þetta, en þetta eru 3 spurningar, bara hvað í vinnunni þinni gefur þér tilgang og mikla þýðingu fyrir þig, hvert er þitt hlutverk og hvaða áhrif hefur það á líf þitt og annarra, og hvernig getur þú breytt eða bætt hugsunarhegðun til þess að í tengslivinnum til þess að hún gefi meiri tilgang. Og það er rosalega mikilvægt að pæla aðeins í þessu og gefa sér góðan tími í þetta. Næsta, að það er að sækja í flæði. Munið eftir því þið voruð gjörsamlega í íþróttum að kalla þetta í sóninu, þið voruð bara, þið leið fáránlega vel, þið voruð að afkasta fáránlega miklu, þið kannski glimtu að borða, fara á klósetti, þið voruð bara inn í augnablikinu, ekkert annað skipti máli, þið voruð bara með fulla einbeitingu og ykkur, eins og ég segi, ykkur leið vel í þessu ástandi. Það er mjög líklegt að þið varu að upplega eitthvað sem kallast flæði. Flæði er eitt af stærsta viðfangsefni í jákvæðri sálfræði, og eins líka sækja í þetta ástand því þið afkasta fáránlega miklu í þessu ástandi. Og ég sækja í þetta ástand þegar ég er að læra, þegar ég er að keppa í fótboltanum, þegar ég er í ræktinu og svoleiðis. Og þetta ástand gefur mér alveg svakalega mikið. Og við varum svona þegar ég var að læra í den, þá var ég ofta að læra heima. Og ég og Hildur, kærasta mín, hún var ofta að trufla mig í þessu ástandi. Þannig ég var að læra, ég verið að skrifa, þá fer ég alveg svakalega í þetta ástandi. Ég get skrifað bara í klukkutíma og það líður eins og 5 mínútur. Og ég var alltaf svolítið pirraður þegar hún var að trufla mig í þessu ástandi. Þannig að því að truflun, það hefur áhrif á þetta flæðist ástand. Og þú vilt sækja í þetta flæði, og það er talað eins og ef við heyrtum kannski 10.000 klukkustunda pælingin, að þú þurfir að fjárfesti 10.000 klukkutímum í einhverju til þess að vera góður í einhverju, að það er talað að þú kemst í flæði, þá er þetta að minnka þennan tíma helming. Þannig að hvernig kemst maður í þetta flæði, það er rosalega mikilvægt fyrir bæði stjórnendur og starfsfólk að gera allt í sínu valdi til að komast í þetta flæði. Og í fyrsta lagi að þá þarf að vera ákveðin hæfni milli þess hversu hæfur þú ert. Það er mikill svona, jafnvægi milli þess hversu hæfur þú ert og hversu erfitt verkefni þú ert eiga við. Ef verkefni er of krefjandi fyrir því, þá upplifir þú kvíða og þú bara nennir ekki að gera það. Ef verkefni eru létt fyrir því, þá er það of létt og þú verður bara fyrir leiðindum. Þannig að verkefni þarf að vera aðeins fyrir ofan þína hæfni. Þannig að þú ert að leggja þig svona aðeins, þú ert að leggja þig mjög hart fram til þess að láta þetta verkefni vera veruleika. Og þetta er eitt af lykilatriðum til að komast í flow. Þú verður að vita ástæðuna bak við það sem þú gera, þú verður að vita markmiðið bak við það sem þú gera, og þess vegna er svo mikilvægt að minna sig á tilganginn, að minna sig á að þú fáir ekki bara eitthvað verkefni í vinnunni sem þú þarft að gera bara til að gera. Þú verður að vita hvað er þetta verkefni að fara að skila þér í stóra samhenginu. Og þess vegna á mörgu leyti líka að markmiðið er auðvitað að komast í flow, að hafa skýrt markmið bak við sem að gera, að auðvitað að komast í flow til dæmis í íþróttum. Því að þar veistu að markmiðið er að vinna leikinn og ekki að tapa honum. Og sem kemur á næsta, þú ert að fá ákveðna endurgjöf frá því sem þú ert að gera. Þannig ef ég er að keppa og ég fæ mark á mig og það er lítill tíma eftir, þá þarf ég kannski hugsanlega að sækja meira. Þannig að þú ert að fá endurgjöf frá því sem þú ert að gera í verkefninu og svo framvegis. Þú ert að lágmarka líkur á truflun. Það má ekki,
eins og ég segi, þá til dæmis að hafa síma hliðin á borðinu, það hefur áhrif, það er sýnt fram á það hefur áhrif á athyglin okkar. Til dæmis líka ákveðið umhverfinu, til dæmis byggingar sem eru háar virðast ýta undir sköpunargáfu. Hringborð í vinnu virðast skapa það fólk vinnur meira saman við hringborðum í vinnu. Þú ert að skapa ákveðin umhverfis aðstæður sem verður ekki truflaður, og fyrir mér það til dæmis að slökkva öllum notification í símanum. Það hefur gert mér rosalega vel að vera ekki með síman til staðar. Og núna er þetta sérstaklega krefjandi því að þið eru náttúrulega heima í ákveðin sveigjanlegum vinnutíma, að segja við makan ykkar þið þurfið þennan klukkutíma eða fá pössun fyrir börnin ykkar eða eitthvað svoleiðis til þess að afkasta þessu sem þið gerir afkasti vanlega kannski á 5 tímum á klukkutíma. Þannig að þið þurfa og svona hvort þið eru með svo heppin að hafa eitthvað herbergi heima sem þið geta haft undir skrifstofu og að gera kannski það herbergi að svona ykkar persónulega rými er rosalega mikilvægt líka, og að hámarka líkur að þú verður ekki trufluð og að þú verður að hafa líka einbeitingu á sem þú ert að gera. Og hvernig hefur einbeitingu á sem þú ert að gera? Að þú gerir eitt í einu. Þú ert ekki að gera eitthvað, þú heldur þess að multitaska, þú ert að gera bara, maður er rosa afkastasamur, ef maður er að gera marga hluti í einu, þá kemst ekki í flæði. Þú verður að einbeita þér einu verkefni í einu. Og það er rosalega mikilvægt upp að það að komast í flæði, því að ef maður er að einbeita sér að mörgu í einu, að þá einhvern veginn fer maður úr einu yfir í annað. Kannski síðasta sem er líka mikilvægt varðandi flæðið er að það sem þú gerir verður að vera eitthvað sem þú fær innri hvatningu við að gera. Eitthvað sem þú ert að gera eitthvað verkefni í vinnunni því það gefur þér eitthvað. Þú ert ekki að gera það af því að þú þarft að gera það og því að þú ert að bíða eftir útkomunum úr því. Heldur þú ert að elska að gera verkefni, og þessin er bæði mikilvægt að stjórnendur gefi starfsfólki sveigjanleika upp á hvenær þau gera verkefnin, hvernig þau gera verkefnin og hvernig þau tækla það. Því að einstaklingar, það er eitt innbyggt í okkur, það er ákveðin sálfræðileg þörf að það er að finnast eins og við séum, fyrsta lagi að finnast eins og við séum hæfi í einhverju, við höfum áhrif á aðra, og síðan er það að fá að velja hvað við gerum, að velja og taka ákvarðanir sjálf. Það er eitthvað sem við þurfum. Og þegar þú ert með sveigjanleika í að gera þín eigin verkefni, að þá setur þér meiri ástríðu í verkefnið því þið finnst skemmtilega að gera verkefnið. Þú kannski samtvinnar þína styrkleika inn í verkefnið sem gerir það verkefnið þú ná meiri árangri í verkefninu og fyrirtækin ná meiri árangri. Þannig að þú verður að fá val hvernig þú átt að tækla verkefnin. Því að þú vilt ekki bara vera stjórnandi sem bara segir, gerðu þetta verkefni og skila því og segir enga ástæðu fyrir því og svo framvegis, því að þú vilt hafa ákveðin sveigjanleika. Og þetta eru svona eiginleikar sem ber að hafa í huga til þess að komast í þetta flæði, og það er bæði á ábyrgð einstaklingsins að setja ákveðnar umhverfis aðstæður þannig að þau komist í þetta flæði, og líka ábyrgð stjórnanda að gefa ákveðin sveigjanleika og svo framvegis. Því að þetta er sérstaklega mikilvægt núna, því að ég hef verið að sækja í það þessa dagana og þetta er svolítið að trufla mig frá því að hugsa hvernig aðstæður í lífinu núna í dag. Þannig að ná þessu augnabliki gefur mér rosalega mikið, gefur mér mikla ánægju, gefur mér mikla veljan, gefur mér meiri árangri í því sem ég er að gera. Þannig að það er að sækja í þetta gefur fólki mikinn tilgang í lífinu, og ég segi bara, af hverju ekki. Og verkefni 2 að maður öðlast ákveðna sjálfsþekkingu, að með því að hugsa og skrifa niður upplifun þar sem maður var í flæði. Hvað varst að gera? Með hvernig varstu? Af hverju var þetta svona ánægjuleg upplifun? Hvaða styrkleikar leiddu þessu upplifun? Því að oft er það styrkleikarnir í þínu fari sem leiða til þess að upplifunin er ánægjuleg, því þú ert actually að gera eitthvað sem þú ert góður í. Pælum aðeins í því. Þú ert actually að gera eitthvað sem gefur þér tilgang í lífinu. Þú ert að gera eitthvað sem, staðinn fyrir að vera að gera eitthvað sem þú ert lélegur, þess vegna verður að fá að tækla verkefnin byggt á hvað þú getur gert og hverju þú ert góður í. Og síðan ekki síst, hvernig getur þú aukið líkunar upplega á flæði í framtíðinni. Og það er kannski að taka eitthvað inn í myndinni sem ég var að tala um áðan. Síðasta sem ég vil tala um að það er svona til að tækla aðstæðuna núna, og byrjum á þessu lélega orðagríni hérna. Mér fannst eiginlega það lélegt að ég var að hafa sóttkvíðin. En núna það er margt vinsælt núna að tala um. Þetta eru fordómalausi tímar, eða það er svona eitt sem er svona vinsælt að segja, síðan er annað sem er rosalega vinsælt að segja, það ríkir mikil óvissa. En það er hárrétt, það ríkir fáralega mikil óvissa núna í framtíðinni, hvernig hlutinni munu vera, og oftast er það að við hötum óvissu.
óvissa lætur okkur vera kvíðin, óvissa, okkur líkar ekki vel við óvissu, við þurfum smá óvissu í lífinu en núna óvissan svolítið mikil, þannig að óumflýjanlega þá maður kannski upplifa einhvern kvíða og við upplifum kvíða í mismunandi magni en óvissan til staðar og staðin fyrir að forðast kvíðan eins og maður áða til að gera og eins og einstaklingar gera að þá verður það sem maður einkennir, það þegar maður forðast það sem maður hræddur við, það sem veikir manni ótta, að það verður inni meira og sterkara og stærra því meira sem maður forðast það. Það hefur meiri áhrif á þig á hans og gerir grein fyrir því hversu mikið það hefur áhrif á þig. Þannig í staðinn fyrir að forðast eitthvað sem maður kvíðinn og forðast að hugsa að þá getur verið gott að taka þess á móti, aðeins að skoða, aðeins að átta sig á því, aðeins að faðma kvíðann því að óvissuna verður til staðar. Kvíðin á mörgu leyti, ég færi rauk fyrir því að ákveðin kvíði til staðar í lífinu og þú munt aldrei losna við hann og auðvitað hann í mismiklu mæli og núna ég að tala bara munin á að vera kvíðin fyrir það að halda fyrirlestur eða að gera eitthvað eða fara í ræktina eða eitthvað svoleiðis. Maður fyrst að vera kvíðin kannski svona klínist kvíðin og að það sé að hamla virkilega lífinu. En allavega þetta ákveðið svona format sem ég vinn með fólki því ég vinn með fólki í þjálfunarsálfræði og til vinstri sjáu þið þarna módel sem kallast SPACE. Þannig ég ætla að gefa ykkur tíma núna, 5 sekúndur að ná okkur í blað eða opna völdskjali í tölunni ykkar. Og ef við förum aðeins út í þetta, þá ætla ég svona að útskýra hvernig þetta módel fer og þú getur gert þetta núna eða eftir. Og það að við erum að skoða þetta módel til að átta okkur á hugsunum, hegðunum og tilfinningum og hvernig þau spila saman. Og þið sjáu hana efst sem S, þá getið ég skrifað bara S og þið sjáuð allar þess að þetta lúkkar fyrir að vera mjög flókið en það tengist allt saman. Tilfinningar, hugsanir og hegðun, það tengist allt saman. Og við förum og þið skrifið S hana hjá social context sem bara félagslegar aðstæður, þá það bara korona, þá það bara óvissa í rauninni. Fysiológi sem svona líkamleg viðbrögð að hugsanlega ertu með hnút í maganum, hugsanlega eru axlirnar stífar, hugsanlega eru kjálkinn stífur, þú ert stífar í vöðvanum. Tilfinningar sem hana gerir að þá er þetta að skrifa að þú veist eins og ef við tala bara svona almennt, þá það hugsanlega kvíði, það hræðsla, það kannski hvatningaleysi og svo framvegis. Hugsanir getur verið bara, það allt umrætt við þetta ástand, eða stundum eru bara komið það langt að ég enda á götunni, við erum bara komin að landa að ég óviss í vinnunni, kannski missi ég vinnuna, ég mun missa vinnuna, ég mun fara á götuna, ég mun ekki eða pening og ég og fjölskyldum minn endum á götunni og við munum öll bara deyja. Maður er oft bara komin bara lengst fram úr sér. Hvernig þú hegða þig síðan, hugsanlega það verður svefn, borðar minna eða meira, þú ert að hreyta ykkur í maka, þú ert með ýktari viðbrögð, þú ferð meira inn á fréttamiðla og svo framvegis. Og þetta allt saman spilar saman. Þannig að skoða hvert og eitt fyrir sig og átta sig á hvernig maður getur tæklað þetta til betri vegar. Og við tökum bara hugsaðan til dæmis. Það allt ömurlegt við þetta ástand. Já, þetta ástand fárlega erfitt, sko. Þetta fórna örygginu okkar, fórna heilsun okkar, fórna félagslegu samskiptunum okkar. Þetta ömurlegt ástand að mörgu leyti. En það fátt það ömurlegt að það boði ekki neitt gott. Ég meina, þetta rauninni bara köld vaskus í andlitaðar hvað skiptir máli í lífinu. Þú veist, vinirnir, fjölskyldumennir, að geta ekki knúsað vini eða heimsótt kannski pabba hennar eða afa henn. Þetta þú veist, hvað félagsleg tengsl skiptir miklu máli, hvað maður þakklátur að hafa vinnu. Það aukin hjálp sem í samfélaginu, það grúpa sem heitir hjálpum þeim sem í áhættu fyrir COVID, þú veist, heimurinn að vinna sama að þessu vandamáli. Það þykir meira væntum berskjalda fólk í samfélaginu, eldra fólk og fólk sem veikt og sér allar þessar hetjur í samfélaginu. Þær eru til dæmis, þú veist, eins og heilbrigðisstarfsfólk, kennarar og fleira og fólk sem að taka mikilvægar ákvarðanir. Þannig að með því að hugsa kannski aðeins og reyna að finna eitthvað gott, þó að sljómi skrítið að segja þetta, finna eitthvað gott við þessar aðstæður, gott upp að það komast yfir þessar aðstæður. Því að ég veit ekki betri leið, þú veist, markmiðið mitt hefur alltaf verið frá því að þetta byrjaði í rauninni, að þetta þjáning, þetta bara lífið þjáning og það svolítið þjáning að vera lífið núna, en ég vil minnka alla umfram þjáningu sem hægt sem þarf ekki að vera. Þannig að með því og þannig tæklum við þetta með að átta okkur á þessu og með að breyta hvernig við hugsum. Ég mun enda á götunni.
Nei, það mjög svona, og pælir í þess, hver eru sannanir bak við það? Er einhver rök sem styðja virkilega við það? Því oft, þú veist, kannski missum maður vinnuna, en það gerir það ekki verkum að muni bara missa alla sín fjárhag og mann mun enda á götunni. Þannig að oft þarf maður svona aðeins að taka eftir sínum hugsunum og hvernig maður hefur svo, verða meira meðvitaður. Tilfinningar, kannski kvíði, áhyggjur, þá hugsanlega getur maður bara þess vegna bara hugleitt, maður getur verið að hreyfa sig, maður getur tekið öndunaræfingar, knúsað maka sinn eða börnin sín, það losar hormón sem lætur við líða betur. Hvað var það líkamlegu viðbrögð, þá það svona svipað, einhverjar öndunaræfingar. Hvað var það hegðun, þú getur tekið eftir því þegar þú ert að borða ótrúlega mikið, taka eftir því þú ert að borða, taka eftir því þegar hvernig þú bregst við þegar makiðinn segir eitthvað við þig. Og þegar þú tækla hvert og hvert fyrir sig til betri vegar, það gerir það verkum að hugsanlega þegar þú hugleiðir eða borðar á betri máta, að hugsanlega bæti svefniðinn, hugsanlega verður minna stífur í öxlunum, hugsanlega ertu ekki líkleginn til að detta í þessar órökréttu hugsanir. Þannig að þegar maður áttar sig á hverju og einu fyrir sig, að þá spila það inn á hvert annað og það bætir hvert annað. Þannig að rosalega mikilvægt að staldra við á hverju fyrir sig og áttar sig á því hvað maður getur gert til þess að í rauninni færa þetta til betri vegar. Því þarna ertu meðvitaður kvíðan og hvaða áhrif að hafa þig og hann mun hafa minni áhrif á þig heldur en hann þarf að hafa. Annars vildi ég bara, ef það eru einhverjar spurningar búin að koma upp að þá vildi ég svara því, en annars bara hægt að spyrja mig líka á mailunni hérna á beggiólas.com og ég rauninni, þú veist, nú svolítið boltinn hjá ykkur, því að ég veit ekki betri, þú veist, við erum til staðar í lífinu, ég veit ekki betri nálgun en að reyna að stefna því að vera betri í dag heldur en þú varst í gær og að gera fyrirtækið að ykkar vinnustað, að betri vinnustað í dag heldur en það var í gær og það svona markmiðið mitt með þessu fyrirlestri að þið taki eitthvað hagnýtt úr honum og geri þessi verkefni sem ég var að tala og nýti tækifærið núna sérstaklega þegar það mikill tími í það. Annars vil ég bara þakka kærlega fyrir mig og Snæbjörn ætlar að koma og segja ykkur frá veðvarpinu á mánudaginn, eða ekki? Þannig að, já, takk kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Beggi, þetta var virkilega áhugavert. Já, og ég ætla að þakka ykkur fyrir að hafa verið með okkur í dag. Þetta fór aðeins úr skólanum í upphafi en það bara svona þegar það fyrsta útsending. En ég ætla að minna ykkur á að á mánudaginn ætlum við að vera með veðvarp hérna úr Studio 6 í Origo, þar sem við ætlum að fjalla sjálfsafgreiðslulausnir og snertilausar afgreiðslulausnir og fleira. Bara endilega skoðu það á heimasíðu Origo og takk fyrir í dag, njótið dagsins. Framtíðin upplýsingatækni. Framtíðin Origo.